Við málmsuðu notum við ýmiss konar varnarbúnað og þar á meðal til dæmis gleraugu til þess að hlífa okkur fyrir innrauðum og útfjólubláum geislum. Og það eru misjafnir eins og þeir eru margir. Við logsuðu til dæmis notum við oft gleraugu sem eru að þessari kannski stærð og annað. Gleraugu sem við getum þá oftar en ekki flett upp og haft ljós og séð hvað við erum að gera. Og svo með dekkri gler þar fyrir ofan. Týpa á glerjum eru eftir DIN-kerfi og því hærri sem númerið er á glerinu, því dekkra er glerið. Glerin sem við notum í logsuðu, eins og við sjáum hér, eru gler sem eru með DIN 5 oftast nær. Það er svona svipað og við notum þegar við förum svo yfir í rafsuðuna, þar sem við notum rafmagn sem orkugjafa. Þá voru við hérna áður fyrr með gler sem voru föst, voru sett framan á hjálmana. Ég er ekki með hjálm til að sýna það, en þá var það aðalatriðið að velja sér gler við hæfi. Þegar við vorum til dæmis að pinnasjóða voru við oft með gler með númer 10 eða 11 og við þurftum ofta að fara í dekkri gler ef við vorum til dæmis að myggsjóða í ál. Vandamáli með þessi föstu gler og önnur gler og annað að þau hentuðu ekki alltaf því verkefni sem við vorum að gera. Þess vegna seinni ár höfum við færst yfir í fótóselluhjálma en áður við förum í þá og þá er til dæmis hjálmur eins og þessi hérna. Hann hefur verið þó nokkuð mikið notaður, hann er bæði settur á hjálm og er með svona 4 til 5 í dökkleika í sjálfu glerunu og svo bætist við gler þar fyrir framann og svo á endanum verður þetta til dæmis 10 eða 11 í dökkleika. Með fótóselluhjálmana aftur á móti þá eru þeir öðruvísi að þeir bregðast við birtu. Þeir bregðast þannig við birtunni að þegar ljósið skín á glerið hérna fyrir ofan að þá dökkna þeir. Við getum valið þá ýmiss konar, til dæmis eins og hjálmur eins og þessi er með stillingu hér frá 9 upp í 13. Og þá getum við stillt sem sé þessi DIN styrkleika á glerjónum frá 9 upp í 13. Og þá erum við að tala um 9, þá erum við að fara kannski niður í tyggsuðu, en þó við tyggsuðu í svörtu með litlum og fáum amperum, þá er 9 oftar en ekki of dökk. Við stillingu á svona hjálmum er ekkert mikið stillingu nema þó að næmnin eða sensitivity er hægt að stilla. Það er að segja ef við höfum mjög næman hjálm, þá getur birta frá ljósi eða glampa frá öðrum suðmönnum gert það að verkum að hann slökknar og fljótt á sig, því það er hægt að stilla það. Við getum líka stillt það sem við kalla delay eða seinkun og það er oft betra að hafa örlitla seinkun á til þess að passa upp á það að hjálmurinn sé ekki að loka svo að við getum séð hvað það sem við erum að gera þegar við erum að sjóða. Nú, nýjustu týpur af hjálmum eru þannig að þeir, eins og þessi hjálmur frá mér, sem ég nota persónulega, er þannig að hann er sjálfvirkur. Hann nemur ljósið sem kemur að og hann dekkir glerið eftir ljósmagninu sem kemur inn. Ég þarf aldrei að hafa áhyggjur af því ef ég er að sjóða í tyggi, í svörtu með fá amper, þar sem ég þarf kannski að fara niður í 8, ég vil neðar, þá nemur hjálmurinn það og kemur með þann dökkleika í glerið sem er við hæfi. Það eina sem ég stilli í honum er að innan, ef mér finnst þessi sjálfvirkni ekki virka nógu vel, þá get ég bætt við eða minnkað þar sem að hjálmurinn er að bjóða mér upp á. Það sem er gaman og skemmtilegt til dæmis með hjálm af þessari týpu er að við sumar af suðvélunum mínum er orðið Bluetooth tenging í hjálminum beint í suðuvélina og
og þá ýti ég hérna á þennan takka, hann synkar sig eða tengir sig inn á suðuvélina hjá mér og þegar þau hafa fundið hvert annað, þá þegar ég fer að sjóða, þá virkar það þannig birta sem kemur utanfrá hefur engin áhrif á sjálfan hjálminn og hann slekkur ekki. Heldur það þegar ég tek í startknappinn á suðuvélinni að þá virkar hún strax með hjálminum. Það er annað gott við þessa hjálma og nýju týpum og annað, í staðinn fyrir að hafa grunnnúmerið í dökkleika á glerjum í 4, þá þessi hjálmar og sumir aðrir sem eru komnir á markaðinn fara alveg niður í 2,5 í dökkleika. Og það gerir það að verkum að maður sér betur þar sem við erum að fara að byrja eða maður er að fara að byrja að sjóða í þeim hjálmum heldur en þessum hefðbundnu með 4 í dýn og að dökkleika. En þetta náttúrulega dýrt og kostar. Við vinnu í umhverfi þar sem að umhverfið krefst þess að við þurfum að verja okkar innöndun og annað, þá afskaplega gott að nýta hjálma og nota hjálma þar sem við erum með loftdælu og það loftdælan sem dælir lofti innan í hjálminn og hjálmurinn fyllist sem sé þá af hreinu lofti því að við erum með síu hér sem síar lofti sem við fáum og það myndar yfirþrýsting inn í hjálminn og gerir það að verkum að við fáum alltaf hreint loft sem við innöndum að okkur í staðinn fyrir það getur verið reykur með alls konar óhreinindum og skaðlegum gösum. Takk fyrir.